Úlfar Jónsson, velkomin í spjall. Takk fyrir Uh, það. ef ekki að byrja að rifja upp, þú ert hvað, sexfaldur Íslandsmeistari í golfi. Er það ekki rétt hjá mér? Já, það er jú, það er nú orðin rétt rúmlega 30 ár síðan ég náði sensta, eða 7. titlinum. Þannig að það er orðið Já. svolítið síðan. En minnið er ennþá gott vonandi, þannig að þú manst þetta? Já, jú, skulle Á segja það. hvað aldrei ertu þegar þú vinnur fyrsta titilinn 86? Hvað ertu gamall þá? Já, þá er ég rétt tæplega 18 ára. Þá vantaði mig tæpa mánuð í að vera 18 ára. Og hvaða kempur voru þá að bítast þetta? Hverjir voru svona? Það var Siggi P. heitinn og Raggi Ólafs, Gilli Kristins og Bjöggi Þorsteins og heitinn og já, Mikil Hannes legend. Eyvinds og jú, þetta voru mikil legends þarna og Siggi Sig, Suðurnesjunum, eins og Gylfi. Já, og ég mitt sé það er nú gaman að sjá þetta, sjá bara alveg frá upphafi hverjir hafa unnið þetta, inn á að googla þetta, Wikipedia, hún getur frætt mann dálítið og þú vinnur hann 2 ár í röð, en Siggi Sig með tekur þetta 88, var það svekkjandi? Manstu eitthvað sérstaklega eftir því eða? Jú, ég man alveg vel eftir því. Það jú, það var svolítið svekkjandi, sko. Ég hef búin að vera 1 ár í Bandaríkjunum þegar ég fekk skólastyrk til Houston. Þannig að ég hef búin að vera 1 ár, æfa og keppa við alveg frábærar aðstæður og svo kom maður heim og þá var maður svona ekki alveg, þá vantaði svolítið Íslendinginn í mann og maður er ekki alveg svona jafn jákvæður þegar maður fór. Meina, var það eitthvað vannmat hjá þér eða hvað? Taldur þið? Já, nei, það er aldrei vannmat, því að þetta er þannig íþróttum að, maður er alltaf með fulla einbeitingu, sko, annars gengur þetta ekkert upp, sko, en svo bara leikum maður bara misvel, stundum bara ganga hlutina ekki upp og það var bara eins og það, en Siggi Sig, hann spilaði mjög vel og sigraði á þessu móti mjög verðskuldað. Já, nákvæmlega. En síðan tekur þetta 4 ár í röð eftir það greinlega. Af þessum 6 titlum, er einhver eitt sem stendur frekar upp úr heldur en annar? Fyrst er væntanlega alltaf eftirminnilegur, en... Já, fyrst er alltaf eftirminnilegur og það er væntanlega eina meti sem ég á eftir ennþá, það að vera yngsti Íslandsmeistarinn. Það er hann alltaf Birgileifur tók 7. titilinn, þannig að við Björgvin Þorsteins og Birgileifur áttum hann 6 titla áður en Birgileifur tók 7. Já. Það var mjög eftirminnilegt á Akureyri, hvað var 1990, þá fórum við Ragnar Ólafsson í bráðabanna og við settum báðir niður svona svolítið pressupútt á lokaflötinni til að þannig að það var hart barist, en svo náði ég að hafa betur í umspili. Okay. Og svo er hann alltaf, seinasti titillinn í Grafarholti. Þá náði ég svona mínu besta skori í þessum Íslandsmótum og það var alltaf talað að svona, það væri hátindurinn að ná Íslandsmeistaratitli í Grafarholti. Það er svona eins og að ná opnamótinu á St. Andrews gamla vellinum. Þetta er einn af elstu völlunum og svona, var alltaf í þá daga flottastu völlurinn. Þannig að það var, en allir eru sætir þessi sigrar. Hvað með eftir þennan 7. titil? Menna, varst ekki, þú náttúrulega tókst þáttir það ekki þessi ár og eftir? Jú, sko, ég tók þátt 93. Þá sigraði Þorsteinn Hallgrímsson, var haldið í Leirunni. En svo gerist ég atvinnumaður og í þá daga þá voru atvinnumenn ekki leyfðir í áhugamannamótum. Þannig að það voru ég man ekki, hátt í 10 ár þar sem við höfðum ekki þátttökurétt í áhugamannamóti, svo breytist það bara og sem betur fer. En ég svo sem eftir það hef ég
ekki tekið einhverju staðaldri í Íslandsmótunum. Það er svona oft bara liðið einhverju ára á milli þegar ég tek þátt. En ef ekki bara halda því bara framfullum fettum að ef atvinnumennir hefðu mátt taka þátt og þá sem sagt væri þú með það flesta titlana en ekki Birgir Leifur. Já, nei, þetta náttúrulega kom líka þannig út fyrir Birgir Leif. Hann gerist atvinnumaður hérna á þessu tímabili og keppti þar að lendi ekki í eins mörgum Íslandsmótum. Þannig að það er erfitt að segja hvernig þetta hefði farið. Já. En væntanlega það er mjög góð breyting að allir bestu kylfingar landsins geti tekið þátt í Íslandsmótið eða ekki? Já, það er ekki mjög jákvætt. Ekki spurning, við viljum hafa sem flesta af og helst alla bestu kylfingar landsins að taka þátt í stærsta mótinu okkar hérna heima. Já. Það er ekki spurning. Og núna styttist í sjálft Íslandsmótið í höggleik. Já. Hver telur þú svona í fljótu bragði? Hver heldur að muni berjast þetta? Já, í karlaflokki er Guðmundur Ágúst, hann er meðal keppenda og hann er þá sigurstranglegastur, myndi ég ætla sko. Ég held að Haraldur Franklin, ég held að hann sé ekki meðal keppenda, en þetta eru svona okkar fremstu kylfingar. En það verður eflaust fleiri sem að blanda sér þarna í toppbaráttuna. Við höfum svo mikið af sterkum kylfingum. Og í kvennaflokki þá myndi ég segja Guðrún Brá, sé alveg klárlega sigurstranglegust. En í karlaflokkinu verða þarna fleiri, þú veist, Aron Snær, Júlíusson, þetta er svona völlur sem ég held að hendi honum vel og já, það er miklu, já, það verður erfitt að spá fyrir. Aron Snær mitt, ég fylgdist aðeins með ykkar meistaramóti og meina þú varst að keppa í því, ef það ekki, og hann náttúrulega setti þetta glæsilegt vallamett, þannig að hann gæti alveg blanda sér í þetta líka væntanlega. Jú, hann náttúrulega er Íslandsmeistari fyrir 2 árum síðan, þannig að hann er alveg klálega getuna í að landa öðrum titli. En hvað þetta þyrfti Úlfar Jónsson að leggja mikið á sig, mikla ræfingar til þess að geta keppt við þá bestu í dag? Þá þyrfti ég nú að hætta í dagvinnunni og ég er kannski ekki alveg til í það eða. Og svo þyrfti ég að breyta kennitölunni, ég þyrfti að yngjast svona 25 ár, eitthvað leis. Já. En ég held að ég sé elsti kylfingurinn í mótinu næsta viku. Já, þú ætlar að taka þátt? Já, ég skráði mig og ég er með 0,0 í forgjöf, akkurat bara 0-inu og ég var að kíkja á keppendalistan og það eru 52 kylfingar sem eru með lægri forgjöf en ég í mótinu. Þó forgjöfin segi ekki allt, þá er það samt svona ákveðin mælikvarði, þannig að það segir ýmislegt. Þetta er gríðarlega sterkt mót og það voru undur og stórmerki fyrir 30-40 árum þegar einhver náði 0 í forgjöf. Ég held að Ragnar Ólafsson hafi verið fyrstur eða Siggi B til að ná því á sínum tíma. Hvað eru margir sem eru með þessa, ég meina, er þetta ekki kallað plúsforgjöf þá? Jú, plúsforgjöf. Já, ég allavega í Íslandsmótinu eru þá 52 með, því að ég er akkurat á 0-inu. Það eru 52 í mótinu og það eru í karlaflokki og það eru nú einhverjir fleiri sem eru ekki meðal keppenda af atvinnumönnum. Þannig að það sé ekki einhverjir, ég veit ekki, 60 cirka bát sem eru með plúsforgjöf. Það er alltaf verið mikil þróun í golfinu, þetta er orðið gríðarlega vinsæl íþrótt náttúrulega. Já, bara miklu fleiri stundana líka. Já, en segð mér annað, að þú minnist á bara dagvinnuna. Hver er þín dagvinna? Þú ert í fullu starfi hjá golfklúbbi. Já, ég hef verið hérna í GKG síðustu 20 ár. Byrjaði sem þjálfari með meistaralokkin og svo afrekshópa og bara barna ólíkastarf og slíkt. Svo færðist mitt starf meira svona út í blanda þjálfun og líka bara umsjón með barna ólíkastarfi og afreksstarfi. Já. Ég
söðlað hér innan hús í fyrra, eftir fyrra sumar. Þá hætti ég sem íþróttastjóri og sé núna bara meira þjónustu við hinn almenna kylfing í klúbbnum og mótamálin og markasmál og svona ýmislegt. Það að mörgu að hyggja. Þetta mjög stór klúbbur. Það 2500 félagsmenn. Já, og væntanlega gaman að geta unnið við áhugamálið, það ekki? Jú, alveg frábært sko. Maður með gott útsýni, horfir alltaf á völlinn út úr gluggann. Já, einmitt. Maður þreytist aldrei á því. Nei. Og svo frábær aðstæða hérna innan hús, þannig að maður náttúrulega ekki nógu duglegur að gera það, en maður gæti verið duglegur við þegar að fara niður og taka nokkur högg í hermónu og svona. En maður gerir það á og til, þannig að maður hefur náð að halda sér ágætlega við sveiflunni. Já. Það verður gaman að fylgjast með þér í Íslandsmótinu, en ég held við segjum þetta bara gott í bili. Takk hérlega fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Bless.